Hjalti, þetta væntanlega bara fór eftir bókinni? Já, bókinni minni allavega. Alveg klárlega. Nei, við gerðum vel. Við vorum flottir í 30 mínútur og en svo voru einhver 10 mínútur kafli sem við bara hættum að spila okkur sókn og gerðum bara illa. Sérstaklega sóknarlega og varnarlega vorum við bara ekki nógu bara fastir fyrir. Þú ert að fá hana frábært framlag frá byrjunarliðinu en engi stig af bekknum. Er það eitthvað til þess að hafa áhyggjur af? Ég meina bekkurinn hefur komið virkilega sterkur inn í síðustu leikjum en þeir voru eitthvað ranglega stiltir í dag. En það bara eins og það er. Stundum eiga menn ofta og stundum eru þeir on og núna var bara í rauninni allt byrjunarliðið on. Þannig að við kannski þurftum minna frá bekknum þannig skeiðarlega. Tómt hús en samt brjáluð stemning hjá ykkur. Við ákveðum eftir Haukaleikinn að við vorum rosalega eitthvað dabrir og þetta var rosalega þungt eitthvað og allt það og við ákveðum að rífa okkur aðeins upp á raskatinu og hafa smá gleði. Ég meina við fengum ekki að spila í einhverja 3-4 mánuði og þú veist, okkur fannst nú ekki daburt hvernig við nálguðumst Haukaleikinn og ákveðum að njóta þess að fá að spila. Það fannst klárlega hér, en næsti leikur, stutt í hann. Þetta nokkuð óþétt? Þetta bara frábært eins og þetta er. Ég virkilega ánægður með að spila 2 leiki í viku. Þú veist, verður maður að hvíla hér og þar og allt það og sumir eru að spila mikið ef eitthvað er en þú veist, það er bara að finna einhvern balans á því. Engin spurning. Takk fyrir þetta og til hamingju með sigurinn.